Við Íslendingar erum afskaplega dugleg að skreyta húsin okkar fallega á aðventunni. Þetta léttir okkur skammdegið og svo er þetta líka bara svo fallegt. Og hún Ásthildur okkar fór á stúfana og kíkti á nokkur fallega skreytt hús. Heiða og Erlingur búa á Eyrinni á Akureyri og hafa verið að safna jólaskreytingum í gegnum árin og föndra ýmislegt sjálf. En enginn partur hússins er óskreyttur. Heyrum nú hvernig jólaandinn er í hjónunum. Og þið eru aðal jólafólki í bænum, er það ekki? Það segja sumir, jú. Og hvaðan kemur það? Ég er alveg fyrir þetta. En ég held að ég hef smitað hann svona svolítið. Dálítið mikið. Og hver byrjaði að skreyta? Við byrjum held ég 5. eða 7. nóvember. Það tók svona 2,5 dag. Já, alveg. Og hvar byrjuðu þið í húsinu? Jólaþorpinu. Já. Og hvað kemur svo? Bara Eldhúsið eða bara áfram í stofunum. Og er þetta alltaf eitthvað sem þið eru búin að safna eða hvernig kemur þetta? Já, svo köpum við alltaf einhverja 2-3 nýja hluti hverju ári. Hvað finnst ykkur vera svona það besta við jólin? mér finnst að vera nærvera vera með fólki og svo náttúrulega að við erum ofsalega heimakær bæði en samt finnst mér sko fara að hitta fólk en ekki að fara í búðir að hitta fólk. Það finnst mér ekki gaman. Finnst meira bara að fara og fá kaffisopa. Já, það er æðislegt. Og hvað er svona, þeir eru mér svolítið mikið skreytt hérna heima. Hvaðan kemur þetta alltaf? Við höfum bara safnað þessu gegnum árin. Byrjum að setja þetta jólaþorp eftir við fluttum til Akureyrar aftur. Byrjum bara að nota skinkin rauninni eftir að við fengum hann frá mömmu hennar og pappa. Og svo er þetta alltaf að stækka þannig að ég kom með halva spónublötu ofan á skinkin til þess að ná að utanum þetta. Ég veit ekki hvað þetta endar sko. Og hvað haldið þetta sé mikið af jóladóti? Þetta er í 12 til 15 svona plastkossum úr rúmfú. Og hvar geymið þetta allt? Í skúrnum hérna úti. Já. Og hvað er svona það mesta sig eigið af? Eða englar eða jólasveinar eða? Ég held að sé bara húsin þarna á í jólaþorpinu. Ég held að það sé mest af við eigum. Og hvenær byrjaði að skreyta? 5. nóvember. Vá, það er snemma. Já. Og hvað tekur þetta langa tíma? Já. Já. Og hvar byrjuðu þið eiginlega í húsinu? Við byrjum alltaf á jólaþorpinu. Já. Og hvenær komst þið í jólaskapið? Er það bara strax í nóvember? Það er bara strax í nóvember. Einu sinni vorum við út á Tenerife þangað til hvað? Við fórum út komum heim 14. nóvember. Ég var alveg orðin friðlaus. Það? Af hverju? Það get ekki farið að skreyta. Það er ekki byrjuð að skreyta. Mér fannst þetta hræðilegt. Mér fannst ég verið svo sein að öllu og að baka og mér fannst þetta svo hræðilegt að vera svona sein að þessu. Já. Og bakar mikið fyrir jólin? Já, ekki núna. Það eru 9 sortir núna. Ekki nema? Nei. Hvað er það mesta sem þú bakar? 16. 16 sortir. Af hverju? Hún fór í keppni við mömmu sinni hérna einsunni. Já. Og vannstu? Við bjögum á Hornafirði. Já. Og hún bjó hérna ein í sinni íbúð. Og Heiða hringir síðan og spyr hana hvað hún sé búin að baka mikið. Já. Já, hvað er þú búin að baka mikið, sagði hún. Ég er búin að baka 16. Nei, ég er búin með 18, sagði hún. Og hvað ert að baka þá? Það eru mömmukossar og sprautukossar, ýmislegt svona sírúskökur, svo bara það sem ég finn, mér langar, þetta er flott, pröfa þetta. Þannig að bara svona það sem ég finn. Og hvað er svona helsta jólahefðin? Er það að skreyta? Já, og náttúrulega baka. Það sko, ef það væri ekki smákökur þá er engin aðvenda, sko. Það verður að vera smákökur. Heima gera smákökur. Já, sjálfsögðu. Ekki keyptar. Og hvernig verður aðfangadagur hjá okkur? Hvað ætlaði að gera? Er einhverjar jólahefðir þá? Við erum bara hérna 2 yfirleitt. Við höfum verið það eftir að foreldrar okkar dóu, sko. Okkur finnst það bara mjög gott.
borðum hérna okkar jólamat og svo bara fyrir þegar við erum búin að borða þá fyrir við í náttföt. Hvað gerir í náttfötum? Horfum við á jólamynd? Já, og svo náttúrulega býðum við eftir messunni og tökum upp jólakortin, og opnum pakka. Svona þetta hefnda. En ég get ekki hugsað mér að fara eitthvað aðfangadag að borða með öðrum. Nei. Hvenær gerist það? Það eru orðin nokkur ár síðan. Já, taltum mörg ár síðan. Og er það þá jóladagur sem að... Það er jóladagur sem að vonandi ef við förum að borða með öðrum. Já. Ekki aðfangadag. Æðislegt. Takk fyrir að segja mér frá þessu. Takk fyrir okkur. Og bara gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Sömuleiðis. Við kveðjum nú hlýjuna hjá Heiðu og Erlingi og höldum út í veturinn.